ekki fyrir niður restina, bara restina. Ok, komið gott. 500. og annar fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur. En fundurinn haldinn á Tjarnargötu 12 klukkan 17 21. júní 2016. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Alexander Ragnarsson, Gunnar Þórarinsson, Halldóra Hreinsdóttir, Ingigerður Sæmundsdóttir, Magna Guðmundsdóttir, Böðvar Jónsson, Baldur Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson og bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson. Það eru 4 mál á dagskrá en þau eru númer 1 fundargerð bæjarráðs, fundargerðir bæjarráðs frá 9. og 16. júní síðastliðinn, 2 fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs frá 7. júní 2016, númer 3 tilkynningu sumarleyfi bæjarstjórnar og númer 4 kosningar til embætta innan bæjarstjórnar og í bæjarráð til 1 árs. Og tekin fyrir fyrsti dagskrárliður sem fundargerð bæjarráðs frá 9. og 16. júní. Alexander Ragnarsson, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Mér langar að vekja bara athygli hérna á lið 3 sem einnig liður 3 í fundargerð IT-ráðs. Ég vil bara fagna því að það sé farið í þessa framkvæmd að skipta út gúmmíkurli á sparkvelli við Akursskóla og með því held ég að við séum að tryggja að umhverfi barnanna okkar verði sem öruggast. Takk fyrir. Orðið laust. Böðvar Jónsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil aðeins fá að gera umtalsefni annað mál frá fundi bæjarráðs þann 16. júní. En þar var til umfjöllunar samningur sem gerður var við Jón Óttar Birgisson. Nú málið ennþá til umfjöllunar bæjarráðs og frestað í síðasta bæjarráð og verður tekið fyrir í bæjarráði næsta fimmtudag á ný og þess vegna ætla ég í sjálfu sér ekki að eyða tíma hér til að fara efnislega í samningin. Ég hafði umtalsverðar athugasemdir við efnisatriði hans og fór í gegnum það í bæjarráði og bæjarráðsmönnum fullkunnugt það. En það standa nú vonir til að menn geti klárað þetta mál með sameiginlegri bókun í næsta bæjarráði. En að því að það stendur þannig á að bæjarstjórn að fara í sumarleyfi og þetta mál mun því ekki koma til svona eiginlegrar afgreiðslu bæjarstjórnar. Það væntanlega eingöngu til umfjöllunar í bæjarstjórn að loknu sumarleyfi að þá vil ég aðeins ræða það að í þessu tilfelli það formað bæjarráð sem að tekur ákvörðun að undirrita samning sem að hefði getað numið 50 til 60 milljónum króna í virðisaukaskatti sem ekki innan fjárheimilda fjárhagsáætlunar og gerir það án umboðs og án heimilda og án staðfestingar bæjarráðs. Það er alvarlegt mál þegar að menn taka upp á slíku og í þessu tilfelli tekur formaður bæjarráðs ákvörðun það að skrifa undir fyrir hönd bæjarráðs. Það nú í öllum tilfellum verið eðlilegt að skrifa undir með fyrirvarum samþykki bæjarráðs en það skrifað undir fyrir hönd bæjarráðs og samningurinn síðan ekki lagður fram og ekki staðfestur af bæjarráði og þó eru núna 7 mánuðir síðan að samningur var gerður. Þessi samningur kom til umfjöllunar í bæjarráði vegna þess að á fundinum 9. júní
voru rædd málefni sem að tengdust þessum einstaklingi, Jóni Óttari Birgissyni, og ég spurði í framhaldi af því og sendi bæjarstjóra fyrirspurn það hvort að gerður hefði verið samningur við þennan aðila og fekk skýr og góð svör við því leið og ég þakka fyrir það. En þar með var jafnframt þá upplýst að þessi samningur hefði verið gerður án þess að hann hefði fengið staðfestingar í bæjarráði og í framhaldi óskaði ég eftir því að hann yrði tekinn þar fyrir. Bæjarfulltrúar hafa ekki umboð til þess að undirrita samninga fyrir hönd sveitarfélagsins, hvort sem að þeir eru í því hlutverki að vera formenn bæjarráðs eða forseti bæjarstjórnar eða aðrir bæjarfulltrúar. Það er aðeins bæjarstjóri sem hefur umboð fyrir hönd sveitarfélagsins til að undirrita samninga og getur gert það þá í samræmi við fjárhagsáætlanir, en að öðrum kosti skulu samningar lagðir fyrir bæjarráð til staðfestingar. Ég held að það sé þá líka eðlilegt þá bara í framhaldi af því og í framhaldi af þessu að þetta kemur upp að spyrja því hvort að það sé svo að fleiri slíkir leynisamningar hafi verið gerðir, annarkost af einstökum bæjarfulltrúum meirihlutans eða af bæjarstjóra fyrir hönd meirihlutans sem að ekki hafa fengið staðfestingu eða verið lagðir fram í bæjarráði eins og á að gera. Orðið lust. Friðjón Einarsson. Forseti bæjarfulltrúar, vegna orða Böðvars hér rétt áðan. Það kemur eins og óvart að Böðvar skuli taka þetta mál upp á þessu fundi. Við höfðum sannmælst það að málinu er frestað til næsta fundar bæjarráðs og þar myndum við fara betri við málið. En fyrst að svo er að þá vil ég kannski taka það fram hérna að þegar að við tókum við, þessi meirihluti tók við á sínum tíma fyrir tæpum 2 árum síðan, að þá hóf strax vinna viðræði við kröfuhafa að reyna að lenda málefnum Reykjanesbæjar á sem bestan hátt. Þá var í gildi samningur við Deloitte Reykjanesbæ vegna fjármögnunar og hjúkrunarheimila Reykjanesbæjar. Við fórum í áframhald samstarf með Deloitte og nýttum það samning sem þá var fyrir hendi síðan 2013, tókum ekki nýja samning inn eða kynntu nýja samning, heldur var haldið áfram með vitneskju bæjarráðs að vinna með Deloitte og í framhald af því að þá hafa verið kallað til ýmsir sérfræðingar, þar á meðal lögfræðingar og í þessu tilfelli sá sem hér var nefndur áðan, Jón Óttar. Ástæða þessa var sú að samningsaðilar okkar, samningarendur okkar, taldi sig ekki hafa þekkingu á þessu máli, nægilega þekkingu, vildi kalla til sérfræðinga á þessu sviði og úr varð að Jón Óttar kom til liðs við okkur. Án þess að ég ætla að fara nákvæmlega yfir markmið með og greina nákvæmlega frá hvað var hugmyndi voru á bakvið þennan samning. Mér finnst ekki vera staðar og stundir þess núna. Þá vil ég geta þess að tilgangur þessa var sá að hámarka virði Magma-bréfsins svokallaða. Skuldabréf sem hafi verið gert fyrir nokkrum árum og það hafi komið mönnum á óvart að innan bréfsins var réttur þess sem skuldaði að skila hlutabréfunum og í stað þess að greiða skuldabréfið og þetta þýddi í okkar huga mikið verðfall á bréfinu sem gerði það að verkum að við vorum að reyna að leita allra leiða til að hámarka bréfið. Á þessum tíma var ekki komin lög gjaldeyrishöftin og svo hugmynd kom upp að hægt væri hugsanlega að breyta þessu bréfi í erlent bréf sem hefði átt að geta skilað okkur miklum upphæðum. Og það er rétt eftir haft hjá Böðvari að í þessum samningi var meðal annars talað að viðkomandi aðili fengi greitt á þann hátt að hann fengi hlut af andvirði bréfsins, þar að segja ef verðmæti þess myndu aukast og það var vegna þess að kröfuhafar átt að greiða þann kostnað, ekki Reykjanesbær. Það voru aftur á móti mín mistök sem ég hef sagt þegar að hafa ekki lagt þennan samning fyrir bæjarráð en
Samningurinn hefur aldrei orðið virkur. Þessi hugmynd sem var á bak við bréfsins er dottin upp fyrir vegna breytinga á gjaldeyrishöftum og því fór sem fór. En ég hef ítrekað þessi ágæta aðili sem hér ræðir hefur mætt í bæjarráð og farið yfir málið með okkur mörgum sinnum, runnið með dílott allan tíman og það er engin leyndarmál í þessu máli, alls ekki, og hvað þá einhverju samningar sem liggja fyrir sem einhver leynd hvílir yfir. Allir samningar sem við höfum gert hafa verið lagðir fyrir opinberir og engin fyrirleikur með það. Líka það að Böðvar kýs að kalla svo að þetta sé við erum að vinna með bréf, Magma skuldabréfið svokallaða, sem fyrri valdhafi Reykjanesbæ stóðu fyrir sem reynist megin gallað og getur fyrir nokkrum árum síðan var þetta bréf metið á alltaf 8,8 milljarða, meðal annars hérna í ræðum Böðvars og fyrrverandi bæjarstjóra Árna Sigfússonar. Núna erum við búin að afskrifa þetta bréf niður í, eða minnka verðgildi þess niður í 5,3 milljarða og ef ekkert gerist þá getum við endað uppi með út úr bréfinu 200-300 milljónir með við aðstæður eins og þær eru að þróast. Og það er dálítið synd að Böðvar velji það að fara í þetta mál og þetta er svona dálítið að sparka í mannin en ekki boltan. Og hann veit betur, hann hefur hitt Jón Óttar margsinnis með okkur hinum og málinu hafa verið rædd, en eins og ég segi aftur þá er það mín mistök að hafa ekki lagt máli fyrir bæjarráð. Það kemur líka óvart að Böðvar skuli taka þetta mál upp hérna í bæjarstjórn núna þegar við frestuðum málinu á síðasta fundi bæjarráðs. Mér finnst það ekki vera mikil heilindi hjá bæjarfulltrúanum að koma síðan upp með þetta núna þegar málið er í vinnslu. Þannig að það finnst mér líka skrítið. Það breytir ekki þeirri staðreynd þó okkur hafi fundist, mér í þessu tilliti fundist stjórnsýslan hjá Reykjanesbæ að vera stór undarleg síðustu 12 ár. Þar sem margir samningar hafa aldrei komið á borð bæjarráðs eða bæjarstjórnar og eins og ég hef myndist nýlega á hérna ræðustól að fyrstu 3 árin í samskipti við eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga þá komu pappírindar aldrei á borð bæjarráðs né bæjarstjórnar. Aldrei. Samningar sem voru gerðir hérna stjórnsýslunni víða bæjarfélagi komu heldur ekki inn í bæjarráð eða bæjarstjórn. En það breytir því ekki að ég gerði mistök. Það breytir því ekki. Og bið ég forláts á því. Sem betur fyrir að þá verður þetta ekki kostað bæjarsjóð krónu og vonandi tekst okkur áframhaldi að auka verðgildi þessa bréfs heldur en það er í dag. Og það er auðvitað aðalatriðið að hugsa hagsmuni Reykjanesbæjar að auka verðgildi bréfsins. Það er lykilatriði í þessu. Viðlaust, Böðvar Jónsson. Virðulegi forseti, ég ætli sjálfur sér ekkert að fara hér efnislega í máli. Ég sagði að ég ætlaði ekki að taka máli efnislega fyrir vegna þess að við værum að fjalla það ennþá inn í bæjarráði en taldi nauðsynlegt að við tækjum hér gjörðina sem slíka upp vegna þess að þetta er síðasti bæjarstjórnarfundur fyrir sumarleið og þetta mál mun ekki koma til sérstakrar umræðu í bæjarstjórn úr því að svo fer að þetta mál verður afgreitt með endanlegum hætti í bæjarráði í sumar. Bæjarfulltrúi Friðjón fór náttúrulega út og suður í þessu máli og fór að ræða hér efnislega Magma-bréfið og verðmæti þess og að það væri gallað. Ég er auðvitað ósammála því en við erum ekkert að ræða það hér. Það er ekkert einu sinni á dagskrá hér hvernig bréfið var gert og hvaða kostir eru í því og við erum algjörlega ósammála því og við þurfum ekkert að vera að ræða það. Niðurstaðan er auðvitað sú og kjarnin í þessu er bara sú. Þarna var gerður samningur sem var undirritaður án umboðs og Friðjón Einarsson, formaður bæjarráðs, gerði það og gerði þau mistök eins og hann sagði að leggja þann samning ekki fyrir bæjarráð og það er kjarni málsins og það er það sem er ófært en það er þó gott að heyra það að það hafi ekki verið gerðir aðrir slíkir samningar sem ekki hafa verið lagðir fyrir bæjarráð. Viðlaust, Friðjón Einarsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar.
ég hef sagt áður, sagt í bæjarráð og sagt hérna að það voru mistök mín að hafa ekki lagt bréf fyrir bæjarráð. En þetta er eins og að slíta hendina í sundur. Þessi samningur sem gerð var við Jón Óttar, hann snerist Magma-bréfið. Það er lykilatriði í þessu máli. Það er aðalatriðið. En Böðvar virðist hafa mestan áhuga á því að nudda mér upp úr því að hafa gert þessi mistök. Og það er dálítið sérstakt að hann telur það vera aðalatriði málsins að nudda mér upp úr þessum mistökum. En það snýst náttúrulega það að Böðvar sjálfur er einn aðalhöfundur Magma-bréfsins. Það sem mun alvarlegri mistök er að ræða. Og ég get ekki rætt þetta mál, samningin við þennan einstakling, samskipt okkar við samninganefndir okkar sem margoft hefur rætt þetta bréf nema að tala Magma-bréfið. Þetta er alveg, það er ekki hægt að skilja þetta að. Takk. Magnea Guðmundsdóttir, Geirsvöld. Forseti, bæjarfulltrúar, góða gestir. Ég ætla nú ekki að fara að ræða hér efnislega Magma-bréfið sem slíkt, en þetta er ekki á dagskrá. En það sem kemur mér mjög óvart er að formaður bæjarráðs, einn af æðstu mönnum hérna í þessari bæjarstjórn, að hann segir að ég skilja þannig að tilgangurinn helgi meðalið. Að það sem var að ræða umrætt bréf að þá hafi þessi gjörningur verið í lagi. Það er að gera þennan samning án vitundar bæjarráðs og mér leikur þá líka forvitni á að vita að það eru 3 flokkar sem að skipa hér meirihlutann, Frjálst afl, Samfylkingin og Bein leið. Hvort að oddvitar þessara flokka, Beinnar leiðar og Frjálsts afls hafi ekki heldur vitað umræddan samning sem að formaður bæjarráðs undirritaði. Af því að Magnea er að beina hér spurningum til okkar oddvitana sem að sitjum í þessu meirihluta, þá ætla ég bara að fá að segja það að ég tel ekki rétt að tjá mig þetta mál fyrir en að það hefur fengið þá afgreiðslu sem að því ber í bæjarráði. Við frestuðum málun á milli funda. Ég tel óeðlilegt að við séum efnislega að ræða þetta mál hér þangað til að við erum búin að komast að niðurstöðu framvinduna í bæjarráðinu. Það held ég að sé bara eðlilegur framgangsmáti í málinu. Við getum síðan tekið það á dagskrá í bæjarstjórn þegar að bæjarráð hefur þetta fjallað eins og fyrirhuga var eftir síðasta bæjarráðsfund. Þannig ég tel í því ljósi að þessi umræða sem er núna eiga sér stað, ég tel hann að vera óeðlilega. Gunnar Geirsvöld. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Ég tek undir orð Guðbrands forseta það að það sé óeðlilegt að ræða þetta hér og nú. Það á eftir að leiða þetta til lykta í bæjarráði og þar mun fara fram umræða þetta. Hitt er annað mál að þessi samningur var gerður og það liggur alveg fyrir. Ég vil bara upplýsa það að við svo sem vissum öll í bæjarráði að hann var að starfa fyrir okkur. Það var ekki neitt farið lengt með það því að hann mætti sjálfur í bæjarráð. Og það er ástæða til þess að vekja athygli á því að menn hafa þá vitað það að hann var að starfa fyrir okkur og einhvern veginn get ég ekki annað en séð en að menn hljóti þá að vita það að slíkur starfsmaður hlýtur ykkur laun. Hversu mikið kemur auðvitað fram í þessu samningi ef hann hefði lokið sínu starfi. Þannig að það liggur fyrir eins og fram hefur komið áður að honum hefur ekki verið borgað neitt ennþá. Böðvar Jónsson, Geirsvöld.
Virðulegi forseti, takk fyrir að leyfa mér að koma hér í þriðja sinni. Mér finnst nauðsynlegt að fá að koma hér og svara fyrir það vegna þess að formaður bæjarráðs segir hér að ég vilji slíta þetta úr samhengi, tala ekki magmabréfið og ekki efnislega það eða samningin, heldur eingöngu gerðina sem slíka. Ég sagði það hér í upphafi, ég vildi gera það vegna þess að málið ennþá til umfjöllunar í bæjarráði. Ég hafði verulegar athugasemdir við efni samningsins í bæjarráði og þeir sem sátu bæjarráðsfundinn vita það að ræða mín þar, hún tók mun lengri tíma að ræða efnislega samningin heldur en gerðina sem slíka. Og við getum alveg farið yfir það ef að menn vilja gera það núna, en ég alveg sammála mönnum, mér finnst eðlilegt á meðan að málið í frestun að þá sé ekki verið að tala efnislega samningin eða gerð hans, heldur fannst mér ástæða til þess að ræða hér þá gerð formanns bæjarráðs að undirrita þennan samning og hann hefur núna beðist afsökunar á því og þá ætti málið að vera afgreitt af fullu. Magna Guðmundsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég vil bara þakka oddvitunum fyrir greinargóð svör. Ég hef svo sem fullan skilning á því að við viljum ekki vera að ræða þetta mál hér upp meira í dag. En ég geri þá jafnframt kannski ráð fyrir að allavega kollega mínir í bæjarráði sem sitja þannig muni þá bera upp þessa spurningu sem að vera þá jafnvel farið til bókar. Þeir meti þau þetta sem eigi sæti í bæjarráði. En ég svona eins og ég nefndi áðan að þá segir svona Friðjón að tilgangunni helgi meðal og þessi samningur hann kom mér mjög óvart, auðvitað vissum við að þessi aðili var að vinna fyrir sveitarfélagið en einmitt hérna í upphafi kjörtímabils sérstaklega þá sat ég þó nokkura bæjarráðsfundi og það voru einmitt minnstu mál sem að komu sem að til samþykkis bæjarráðs varandi lítil stöðugildi og annað til dæmis innan skólana og þess vegna verð ég bara að segja þetta kom óvart en auðvitað gera menn mistök alveg í sama í hvað flokki þeir eru. Orðið laust. Gerðu svo vel, herra bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hér upp til þess að annars vegar að ræða 15. mál í fyrri fundargerðinni sem er heimsókn frá Evrópuþinginu á þetta nú að vera hér áðinu. En ég skal líka viðurkenna það að ég er ekki alveg inn í Evrópustrúktúrnum öllum, þannig að ég geri mér ekki í sjálfu sér fyllilega grein fyrir mununum á Evrópuráði eða Evrópusambandi eða Evrópuþingi. En hingað eru sérst að koma á morgun fulltrúar frá Evrópuþinginu, fulltrúar nefndar sem hefur með það að gera að fylgja eftir því sem kallað eru sjálfstæð stjórnvöld eða svæðisbundi stjórnvald, sjálfstæði svæðisbundina stjórnvalda er það. Það sem við kallum sveitarfélög í Íslandi en heita ýmsum nöfnum í þessi 43 löndum sem að þessi nefnd hefur yfir umsjón með og þeir eða fulltrúar þessara nefndar að þeir fara sérst á milli þessara 43 landa með einhverja ára millibili, velja nokkur sveitarfélög eða svæðisbundu stjórnvöld úr og gera svona úttekt á því hvort að við erum að fúnkera eða þessi svæðisbundnu stjórnvöld sé að fúnkera eðlilega og þá gagnvart ríki á hverjum stað, gagnvart ríkisvaldinu. Og Ísland var fyrir valinu núna og það eru 4 sveitarfélög sem eru lenda í þessar úttekt, við getum sagt svo, það er Reykjavíkurborg og það er Garðabær og það er Dalabyggð, það er Búðardalur, sveitin þar í kring og svo Reykjanesbær. Og síðan heimsækir þessi nefnd Hæstarétt og Samband íslenskra sveitarfélaga og fleiri stofnanir hér og fer svona yfir málið, einhver ráðuneyti og fara svo hérna væntanlega landi brott, þeir eru hérna núna eða þau og fara hérna landi brott
vonandi einhvers vísari stöðu íslenskra svæðisbundinna stjórnvalda eins og okkar. Við Ásbjörn höfum setið fund með sambandi íslenskra sveitarfélaga til að undirbúa komu þessa hóps á morgun og munum verða til svara þar og með okkur til hals og trausts, ef við getum sagt svo, verður fulltrúi sambands íslenskra sveitarfélaga. Einn af þeim punktum sem í þessu samkomulagi Evrópusambandsins, þessu sáttmála svæðisbundin stjórnvöld, lúta að bæjarfulltrúum sjálfum og við munum reyna að svara því eftir sem frekast kostur, en ástæðan fyrir þetta fór í bæjarráð hérna síðast og ástæðan fyrir ég hér að tala núna svo að sjálfsögðu ef bæjarfulltrúar eiga þess kost að koma hingað á morgun og sitja þennan fund sem áætlað að taka klukkustund, þá eru þið meira velkomin, bara láta mig eða Ásbjörn vita. En þessi fundur fer fram klukkan 15:45 á morgun, hann hefst klukkan 15:45 og áætlað að standi til klukkan 16:45. En það mun vera það bil fyrri hálfleikurinn í leiknum við Austurríki. Og það má geta þess að maðurinn sem eða sá fulltrúi sem fer þarna fyrir nefndinni, hann hollendingur og þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir að fá þessu fundartíma breytt, þá hefur það ekki tekist. Og eins og formaðurinn hafi ekki mikinn áhuga á því að breyta fundartímanum einhverjum hluta vegna. En þetta sem sagt svona kannski spaula liðin á málinu, en alvarlega liðin þessi að þessi úttekt að fara fram. Við teljum okkur tilbúna og tilbúin í hana, en ef þið viljið koma og sitja með okkur þá væri það mjög æskilegt, ekki bara vel þegið heldur æskilegt. Og hitt sem langar til þess að nefna hér svo fyrsta málið í næstu fundargerð bæjarráðs frá 16. júní. Það að segja samskipti við eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga, og eins og bæjarfulltrúar og bæjarstjórn og allir vita að þá höfum við fengið frest frá eftirlitsnefndinni til 10. júlí til þess að leiða yfirstandandi viðræður við kröfuhafa til lykta í einhverju mynd. Og eins og þetta horfir mér, þá eru 3 möguleikar. Sá fyrsti að við náum fullkomnum árangri og getum klára málið 1 og 3, og þá myndum við svara eftirlitsnefndinni því fyrir 10. júlí innan þess frest sem við höfum fengið. Í öðru lagi að við náum einhverjum áfanga eða náum að sjá málið það skýrt að við teljum okkur sjá fyrir endan á því að við séum með lausn í sjónmáli, að þá myndum við væntanlega gera grein fyrir þeirri stöðu í bréfi til eftirlitsnefndar og óska eftir ennþá lengri fresti til að klára málið alla leið. Nú í 3. lagi þá það svo sem vissulega möguleiki enn í stöðunni að við náum engum árangri og teljum okkur ekki vera að ná neinum árangri í þessum viðræðum við lögmenn Bárugötu sem eru fulltrúar lífeyrissjóðanna í þessum viðræðum. Og þá gæti komið til þess að við myndum kalla bæjarstjórn saman til aukafundar hér til þess að fara yfir málið. En allavega höfum við komið þeirri ósk bæjarráðs á framfæri að við myndum óska eftir fundi með eftirlitsnefndinni sjálfri áður en að hún tæki málið inn á borð ráðherra, innanríkisráðherra. Þannig að þetta eru svona þessi 3 kostir sem ég sé í stöðunni. Af viðræðunum sjálfum það að frétta að segja að lögmenn Bárugötu sem að starfa fyrir lífeyrissjóðana og lífeyrissjóðirnir hafa ráðið til sín ráðgjafafyrirtæki sem heitir Arctica Finance og var aðeins nefnt hér út á öðru máli áðan. Arctica Finance hefur verið að fara yfir öll skjöl, öll gögn og alla pappíra sem hafa verið sett inn í svokallað gagnaherbergi í þessu máli, og til að sannreyna það að þær viðræður sem við áttum við kröfuhafa eignarhaldsfélagsins fasteignar í fyrra og enduðum með því að við urðum ásátt á að skuldavandi Reykjanesbæjar stæði í 6.350 milljónum. Það Arctica Finance fyrir hönd lífeyrissjóðanna að sannreyna það að sú vinna hafi
skila réttri niðurstöðu og það hefur ekkert komið upp í þessari sjálfstæðu úttekt Arctica Finance sem að bendir til annars en að sú niðurstaða hafi verið rétt. Þannig þeir hafa hitt Capacent sem var þarna ráðgjafi Glitnis og kröfuhafa Eignarlandsfélagsins á sínum tíma, átt fundi með þeim og þeir hafa farið yfir öll gögn og öll skjöl og alla pappíra í þessu sem inn í þessu svokallaða gagnaherbyggi liggja. Þeir hafa líka, það er að segja fulltrúar Arctica Finance, hafa óskað eftir frekari gögnum frá okkur sem við höfum framleitt og látið að hafa upplýsingar ýmiss konar. Þannig að þeir eru að vinna og í samskiptum okkar við lögmenn Bárugötu í dag að þá eru þeir að funda núna sem sagt lögmenn Bárugötu og Arctica Finance. Þessari skoðun Arctica Finance er lokið og þeir eru að funda í dag og morgun. Ætla síðan að hitta lífeyrissjóðana á fimmtudag og föstudag og við fáum svo fund með þeim eftir helgina væntanlega. Við erum að reyna að flýta því en eins og staðan er núna þá er sá fundur áætlaður á mánudag. Við erum að reyna að flýta því vegna sumarleyfa og ýmiss konar annarra mála sem eru hér uppi. Hvað þeir munu hafa á þeim fundi fram að færa veit ég náttúrulega ekkert en ég verð að vera bjartsýnn eins og ég hef verið allan tímann og vonast til að við náum að leiða þetta mál til lykta fyrir 10. júlí, allavega að sjá fyrir endan á því í einhverju mynd, svona inn í nánustu framtíð. Þetta var nú bara svona til upplýsinga fyrir ykkur bæjarfulltrúar og góðir af því að ég veit að þið eruð að velta þessu fyrir ykkur og þurfið að vita þetta eins og við öll. Takk. Takk fyrir þetta, orðið laust. Það hafi ekki fleiri beðið um orðið, þeir sem samþykkja geta fundargerðir bæjarráðs frá 9. og 16. júní hjá merki. Það eru samþykktar 11.0. Ég skal eftir að setja hjá. Já, það er fært til bókar. Þá er komið að lið númer 2, fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs og orðið laust. Það er enginn sem að kveður sér ljós. Þeir sem samþykkja geta fundargerðina gefa merki. Og hún er samþykkt 11.0. Þá er komið að lið 3 sem er sumarleyfi bæjarstjórnar og rétt eins og verið hefur er hér lögð fram tillaga sem er svohljóðandi. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir að fela bæjarráði fullnaðaraðgreiðslu mála á meðan sumarleyfi bæjarstjórnar stendur yfir frá 22. júní til 11. ágúst næstkomandi. Næsti bæjarstjórnarfundur verður þriðjudaginn 16. ágúst 2016 og þeir sem samþykkja þessa tillögu eru beðnir að gefa merki. Hún er samþykkt 11.0. Þá er komið að síðasta lið þessa fundar sem er kjör til embætta innan bæjarstjórnar og síðan í bæjarráð fyrir næsta ár og það hafa komið hér, það er í fyrsta lagi þarf að kjósa forseta, fyrsta varaforseta og annan varaforseta og síðan einnig fulltrúa í bæjarráð en við þurfum ekki að kjósa varamenn í bæjarráð því að þeir taka bara sæti eftir því sem eru kjörnir á framboðslista í þeirri röð sem við skipa lista. Nú en það er tillaga forseta og að Guðbrandur Einarsson taki það embætti að sér áfram, þeir sem samþykkja það. Það er samþykkt 11.0. Það er tillaga Elín Rós Bjarnadóttur sem fyrsta varaforseta, þeir sem samþykkja það. Það er samþykkt 11.0 og það er tillaga annan varaforseta Magneu Guðmundsdóttir, þeir sem samþykkja það. Það er samþykkt 11.0. Ekki að ég vonaði, en ekki gefur færi á öðrum. Nei, hér gildir ekkert lýðræði, herra bæjarstjóri. Að höfðu samráði við fulltrúa annarra hópa var þetta niðurstaðan. Ég bara fyrir ekki. Nú tillaga skrifara, uppástunga komið Guðnýju B. Guðmundsdóttir og Böðvar Jónsson. Það er samþykkt 11.0. 2 varaskrifarar, Baldur Guðmundsson og Gunnar Þórarinsson og það er samþykkt.
Nú tillaga óbreytt bæjarráð sem að væri þá svohljóðandi: Gunnar Þórarinsson, Guðbrandur Einarsson, Friðjón Einarsson, Árni Sigfússon og Böðvar Jónsson. Þessi samþykkt geta það. Það er samþykkt 11-0. Þá er dagskráin tæmd og við munum gera fundarhlé á meðan að fundargerð er rituð.
Forseti, fundargerð 502. fundar bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldin 21. júní 2016 að Tjarnargötu 12 kl. 17:00. Mættir Böðvar Jónsson, Magnea Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Baldur Þ. Guðmundsson, Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Ingigerður Sæmundsdóttir, Alexander Ragnarsson, Guðbrandur Einarsson, Halldóra Hreinsdóttir, Kjartan Már Kjartansson og Ásbjörn Jónsson ritari og forseti var Guðbrandur Einarsson. Fyrsta mál, fundargerðir bæjarráðs 9. og 16. júní 2016. Forseti gaf orðið laust fundargerðina til máls tóku Alexander Ragnarsson, Böðvar Jónsson, Friðjón Einarsson, Magnea Guðmundsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Gunnar Þórarinsson og Kjartan Már Kjartansson. Fundargerðina samþykktar 11:0. Ingigerður Sæmundsdóttir situr hjá við afgreiðslu máls nr. 11 í fundargerð bæjarráðs nr. 1077 dagsett 9. júní 2016. Annað mál, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs 7. júní 2016. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Fundargerðin samþykkt 11:0 án umræðu. Þriðja mál, sumarleyfi bæjarstjórnar. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir að fela bæjarráði fullnaðar afgreiðslu mála og meðan sumarleyfi bæjarstjórnar stendur yfir frá 22. júní til 11. ágúst næstkomandi. Næsti bæjarstjórnarfundur verður þriðjudaginn 16. ágúst 2016. Tillagan samþykkt 11:0 án umræðu. Fjórða mál, kosning til eins árs í bæjarstjórn og bæjarráð 2016. Kosningi til eins árs bæjarstjórn, forseti bæjarstjórnar uppástunga kom Guðbrandur Einarsson og var hann sjálfkjörinn. Varaforseti uppástunga kom Elínu Rós Bjarnadóttir og var hún sjálfkjörinn. Annar varaforseti uppástunga kom Magnea Guðmundsdóttir og var hún sjálfkjörinn. Tveir skrifarar uppástunga kom Guðný B. Guðmundsdóttir og Böðvar Jónsson og voru þau sjálfkjörinn. Tveir varaskrifarar uppástunga kom Baldur Guðmundsson og Gunnar Þórarinsson og voru þeir sjálfkjörnir. Bæjarráð. Uppástunga kom aðalmenn Gunnar Þórarinsson, Guðbrandur Einarsson, Friðjón Einarsson, Árna Sigfússon, Böðvar Jónsson og voru þeir sjálfkjörnir. Varamenn þeirra samkvæmt annarri málsgrein 44. grein samþykkt stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar eru kjörnir bæjarfulltrúar og varabæjarfulltrúar af sama framboðslista í þeirri röð sem þeir skipuðu listan þegar kosið var til bæjarstjórnar. Fleiri ekki gert. Þessi samþykkja fundargerðin bænum að gefa merki. Hún samþykkt 11:0. Fundargerðin verður því undirrituð og 500. og öðrum fundi í bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hér með sliti.